Hér eru það að halda leiðtoganámskeið fyrir konur í Árbæ og Breiðholti. Fullt hús af kröftugum konum sem vilja læra nýja og skemmtilega hluti. Og ég er svona einhver leynigestur, ég heldur að allir vita að ég sé að koma, en það er einhver leynivinkill í því. Þannig að hér ætla ég að segja þessum konum frá því hvað ég upplifi í mínu starfi, hvernig starfið er, kostir þess og ókostir. Svo segja ég svona nokkrar persónulegu sögur sem ég ætla ekki að taka lengra hér og nú. Hanna Birna hefur svo mikla reynslu. Hún er búin að vera í leiðtogahlutverki í nokkuð langan tíma, en hún hefur líka verið í því að vinna með svo mörgum leiðtogum, þannig að hún hefur mikilli reynslu að miðla, en þó kannski umfram allt að þá er hún reiðubúin að deila sinni persónulegu reynslu og hún gerir það á þessu námskeiði, segir líka frá sínu hlutverki sem móðir og eiginkona sem að marga þessara kvenna hafa áhuga að vita hvernig er hægt að tvinna saman og Hanna Birna gerir það svo vel og viðurkennir að þetta er ekki alltaf auðvelt og hún segir það svo fallega og svo skemmtilega að hún er eiginlega bara alveg ómetanleg fyrir svona hóp. Sjáum hvað ég tala fallega mann, þetta er ekki eftir. Ég nautar að góði þetta átt sem að skrifa þessa bók og lesa yfir með henni og svona, hún styggast eitthvað að vera góð í því og hún og þetta gerði þetta óaðfinnilega og ég ætla ekki að kalla þetta uppnöfnum sem ég heit hana eða Kvöldið er búið að vera alveg frábært, bara í alla staði og kom mér verulega óvart. Vegna þess að ég vil nú að vera bara alveg hreinskilin, ég er ekki sjálfstæðarskona og ekki neinu stjórnmálaflokk og eins afskaplega og pólitísk kona í heildina tekið. En ég svona geymdi bréfið í 2 daga eftir ég fékk það sent, svo ég sagði bara hvaða betur þetta, sjálfsögðu nýti ég mér þetta frábæra tilboð. Ég var mikið að segja þeim frá því sem að mér langar svo mikið til þess að sjá gerast, ekki bara í Reykjavík, heldur bara í pólitíkin almennt. Ég er sannfærð það að pólitíkin verður að breytast. Hún á að breytast og það er algjör forsenda þess að við einhvern veginn höldum áfram. Og mér hefur langað til á mig svona þann draum í pólitík að innleiða svona samstöðu pólitík eða það að við horfum fyrst á það sem sameinar okkur og síðan á það sem sundrar okkur. Og mér finnst svo mikilvægt við þessar aðstæður sem við lifum núna að við einhvern veginn horfum næstu því bara á það. Að við bara tökum höndum saman og segjum, komumst í gegnum þetta, gerum það saman, gleymum því í smá stund, jafnvel nokkur ár, að við séum andstæðingar innan gæsalappa, verum samherjar, verum reykvíkingar og förum í verkefni þannig og síðan getum við tekist á tyllidögum einhverju hluti en nú þurfa bara allir í bátana og róa í sömu átt. Ég er svona einhvern veginn að segja þeim frá stelpunum mínum, þessari togstreitu sem eru auðvitað milli þess að vera stjórnmálamaður og móðir eða bara manneskja og stjórnmálamaður og sú togstreit er ansi athyglisverð, sérstaklega á þessum tímum núna þar sem maður er að fást við risastór verkefni á hverjum degi en er alltaf að passa sig á því að litlu verkefni gleymist ekki sem standa mann auðvitað næst og mér finnst alltaf þegar ég hitt svona stóran hóp af konum eða stóran hóp af fólki sem er einhvern veginn afslappað í sínu umhverfi að þá er það svona dálítið viðfangsefni. Hvernig nærðu að tengja stóru verkefnin við svona smáu verkefnin í þínu eigin nærumhverfi? Frábært, algjörlega dásamlegt. Yndislega konur, rosalega góð mæting, góður og kraftmikill andi og maður finnur að þessar konur bara eru tilbúnar. Þær vilja bara fara út og búa til betra samfélag og það er eitthvað svo gott að finna og sjá.